Góðan daginn og velkomin í þátt númer 81 hér á YouTube-brásunni minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er sunnudagurinn 5. janúar 2020 og bara gleðilegt nýtt handavinnu ár og takk fyrir það gamla. Ég vil bara bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Þátturinn verður með svona frekar hefðbundnu móti en það verður líka svona áramóta uppgjör og áður en ég held lengra að þá ætla ég bara að byrja á því að afsaka útlitið. Það kom hérna jólakvef, já, húsfrúin var bara kýlt niður hérna á laugardagskvöldi fyrir viku síðan og er bara búin að vera algjör lufsa síðan en hérna það er nóg að gera í vikunni og á morgun þannig að ég ákvað að skella í þátti núna þó að ég hafi alveg þannig að það verða einhverjar ræskingar og hóst og ég veit ég er alveg hef verið ferskari og svo hérna eignaðist ég líka nýja tölvu núna á dögunum og er búin að setja upp myndvinnsluforrit á henni sem ég ætla að spreita mig á eftir því ég hlið þessu vídeói upp og vill þá hafa bóndan innan handar ef að eitthvað fer ekki eins og mér líkar. Þannig að hérna þá er fínt að hafa hann heima við en þið afsakið bara hóst og snörl og allt þetta. Ég skal reyna að passa mig og því er hér kaffibólli seint á sunnudags eftirmiddegi sem að ég ógjarnan geri. En það er svona bara til þess að tryggja það að röddin haldi sér í þessu blaðri sem framundan er. Nú en burt séð frá þessu kvefu þá er ég búin að hafa það bara ótrúlega notalega jólahátíð. Við Helgi erum búin að vera bara mestu að snuddast ein hér heima við en höfum farið í jólaboð og áramótapartí og alls konar svoleiðis en það var einhvern veginn þegar maður er svona slappur þá er bara rosa gott að það voru teknir margir náttfattadagar sem var bara æðislegt og og það gekk svolítið á í prjóna höndunum á mér. Ég náði að ljúka af mér, koma frá mér 2 verkefnum fyrir Steven sem að ég náði að skila af mér þannig að hann getur tekið þau með sér út núna þegar hann fer af landi brott og annað var mjög stórt og bara alveg heltók mig og svo gaman að gera það og ég sýndi ykkur gatni sem ég notaði í það þegar ég var í síðasta þætti fyrir jól og ég er ekki með tutlu afgang, það fór bara allt með verkefninu sögðu til hans aftur en það var úr Vestvúl, hann að Glóher og Tandem minni mig, ullinni sem hann er hans og Penelopes hugarfóstur og það var bara geggjað að vinna með þessa 2 þræði saman og þetta er í annars skipti sem ég ger þennan tiltekna hlut fyrir hann og fyrir ári síðan var það úr trylltu gatni líka en af því að ég hef nú sagt það svo margoft áður að ég er ekki gjörn á að gera sömu uppskriftina oftar en einu sinni það að ég er búin að gera svona stórt verkefni tvívegis á þess að hika og dauðlanga til þess að gera það í 3. sinn. Það segir nú eitthvað verkefnið og það að vera með gott gatn í höndunum. Það er líka alveg bara, ger ekki afmuninn í svoleiðis tilfellum. Nú, og svo kláraði ég líka annað verkefni fyrir hann sem ég líka búin að koma frá. Ég sýndi ykkur það nú reyndar gatni í það en já, þetta verður við erum eiginlega bara byrjuð. Maður er bara, kvefið tekur af mér völdin og ruglar ég mig fram og tilbaka en það er klárin, verkvinnslu, hver á döfinni, hvað þetta í pókan og svona
uppgjör fyrir síðasta ár og hvað er komið á to-do listan núna. En já, eins og ég segi, ég er búin að skila af mér 2 verkefnum til Stevens, annað sem að ég er búin að vera að tala og hins vegar hitt sem Herobrjú, heitir það held ég sjalið. Ég ætlaði að mynda að stoppa ykkur hérna til þess að aðtöku hvort ég get ekki skeytt inn myndum sem ég tók af því áður en ég skilaði af mér. Svona, og ég ég var svo heppin að uppáhaldsgarnið mitt var notað í það. Það er Merino sportgrunnurinn frá LaBNMA og það er liturinn Fluoro Morganite og það er bara svona heavy duty bleikur. Og ég var rétt búin að fitja upp á því samhliða hinu stóra verkefninu og svo lagði ég bara alveg frá mér og einbeitti mér að þessu stóra. Og svo þegar ég var búin með það þá sneri ég mig strax að þessu og mér fannst þetta ekkert ganga og ég hugsa bara ég næ ekki að skilja hann fer. Svo ég sendi Lindu póstóli hvað er deadlineið á sjálfnu og hún segi það og þá svona ég næði. Ég næði og var búin að áætla hvað ég þyrfti að gera margar umferðir á dag eða eitthvað svona. En svo bara þetta sama kvöld, þá allt í einu gerist eitthvað, allt í einu kláraðist fyrri hespan og ég fór yfir í hespan númer 2 og þá bara rauk þetta úr höndunum á mér, þannig að ég var búin með þetta langt á undan áætlun, áður en að ég átti vona að vera búin með þetta, þannig að það var bara æðislegt að koma því frá. Og er bara komið væntanlega í tösku hjá Steven og á leiðinni til Amy. Og síðan er ég, afsakið, eins og þessi þáttur á eftir að fjalla mikið er það sem er á döfinni hjá mér. Ég er að vinna bara upp úr handavinnu pókunum. Ég var náttúrulega í síðast þætti sagði ykkur frá því að ég rakti upp nokkra hluti þannig að þeir eru ekkert til umræðu lengur. En ég var að klára sokkana sem að ég kalla bílaprjónum mitt, þeir eru búin að vera út í bíl, bara síðan einhvern í haust að smá prjónast. En þetta voru sikkurt sokkaparið á hjónin og þetta eru mondungarnir úr litlu prjónabúðinni og þetta er annað svona hjónasettið eins og ég kalla það sem ég gera á okkur. En ég fitjaði bara upp á, ég byrjaði á tánni og prjónaði svo bara alveg lengju, setti enga hæla, gerði bara alveg lengju, þangað til ég var bara búin að fá alveg nóg, þá var ég búin með einhver 80 grömma af þessu röndótta, ég ætla að klippa spotta, setti þá stroff hérna megin og felldi af, taldi svo það sem að ég er alltaf með á milli tás og byrjunar á hæl hjá Helga, sem eru 65 umferðir, skellti eftir og ég settum hæl þar og svo tók ég sokkana sundur hér í miðju og setti stroff á hér og tá á þennan og gerði svo sama með hælinn hérna. Það eru 60 á milli hérna hjá mér, 60 umferðir. Þannig að skyndilega eigum við bara, sikkurt nýja sokkaparið á nýja ári sem er æðislegt. Hitt parið náði ég akkurat að klára þegar við fögnum brúðkaupsafmælinu okkar 2. júlí. Ég man þetta alla. Jú, 2. júlí. Og þessi fóru strax á prjónana þá en það er náttúrulega svo sem búið að vera prjóna margt fleira en bara þessa sokka í bílnum. En þetta er truflagatt. Það er engin styrking í því, svona 75% súbós Merino og 25% nælon eða svoleiðis. Þetta er bara þessi portugalska ull og við erum bæði búin að nota hinn pörin okkar úr sama, bara úr öðrum litum, mjög mikið og þeir eru bara alltaf eins og nýjir þegar þeir koma úr þvottavélinni og já, ég
fæ ég alla sokkana á ullarprógrami bara í þvottavélinni þegar það er komið nóg í þannig uppvask og það bara þola það allir. Það er svona helst nitpicks Felici sem á að þola meiri þvott en það sem að þæfist en allir aðrir úr handlituðu og svona vönduðu ullagatni þola ullarprógramið á minni vél rosalega vel. Þetta er óbúslega misjafnt á milli véla hvað ullin okkar þolir í þeim. Það er alveg ótrúlega merkilegt. En þannig að þetta er líka klár og ég var búin að segja mig, ef þú klárar hérna einhverja 3 hluti af þessum 7 sem þú ert eftir, þá máttu byrja á einhverju 9, en svo klára ég hérna smekk sem ég rakst á. Hattis, á ég get svona smekk hjá þér? Ég held það. Já, og bara þetta poppa allt inn í hausinn á mér. Og þetta er svo 3 hlutir, þannig að faktist mætti ég fiti upp á 9, en nei, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að klára hérna, í það minnsta þessa lopapeysu sem ég ætla að sýna ykkur núna, sem ég er að gera á Tindasson, elstu dóttur okkar. Fínt að klára þessa lopapeysu með ég er svona ógeðslega stíflu og kvefið af því að hérna, ég þoli orðið svo illa ullina þannig að þú veist ég lít bara illa út í þessu kvefi og þá sést ekki eins óþoli sem ég hef fyrir flötulópanum. En þetta er, minnir uppskriftin heitir Fugl og þetta er bolurinn, hann er sem búinn. Þetta er 3-faldur flötulópi á 6 mm prjónum, stroffið á 5, svoleiðis. Búið með aðra ermina og skelli í hina og þá er skemmtilegasti parturinn eftir, það er hérna berustykkið og svo bara þvo, sauma upp og skella í rennilás. Og þá er ég búið með eina peysu, en eins mikið og mig langar þá til þess að byrja á peysunni á hann Helga minn, að þá langar mig að klára Malt Magic sem að ég reyndar ekkert búin að gera í síðan ég sýndi ykkur hana síðast. En þegar það er orðið svona lítið fátt á prjónunum hjá manni, þá ganga nú þessi verkefni mun hraðar. Þannig að ég ætla að fara að einblína á það þegar ég er búin með lopapeysuna. Síðan eru það þessi 3 teppi sem er þá restina af því sem er í pókunum hjá mér. Ég á alltaf alveg svona að ég stökkvi á mig eitthvað verkefni hérna upp úr einhverju verkefnapóka sem segi, hei, þú gleymdi mér. Ég held að það sé ekkert svoleiðis, allavega ekki með það sem ég skrifa niður og sett inn á rafverli. Það á ekki að vera neitt svona óvænt eitthvað staðar. En það er þá From Grandma with Love sem ég er nú búin að tauta og tala að verði húsbílateppi okkar, en hugsanlega verður það bara teppi í vonandi nýja húsi okkar á þannæsta ári. Breytt plön, bíllinn breyttist í hús. Og ég er sérst búin að gera, hvað segir, er þetta ekki 5 dúllur af bleikum og 5 af þessum mosagræna. 3 af þessum og er alveg að verða búin. Ég byrjaði í gærkvöldi á númer 4 og er eiginlega alveg að vera búin með það. Þá er ég komið 4, þannig að ég er að ná sérst 5 ferningum úr hverjum lit. Og ég á sérst svo þessa 3 liti eftir. Og ef að mér finnst vanta upp á stærðina, 1 liti viðbót, þá ætla ég bara að nota þennan hvíta sem að ég er með í kantinum sem er Flóra frá Drops. Þá verður það bara 7. liturinn, en annars er allt hitt ullargabb frá svona samyrkjubúi í Svíþjóð, en ullargabbna kemur samt frá Finnlandi og er jurtaliti allt saman. Þannig að hérna, já, þegar ég uppgötaði, já, ok,
er nú bara einn dag ef ég er ekkert að vissast eitthvað mikið. Eða eina kvöldstund svona, það sem er góður friður og þá er ég eina kvöldstund að gera hverja dúllu þannig að það, þú veist, þetta á alveg að fara að hafast, sko. Ég er alveg að verða hálfnuð. Það er eitthvað. Af því ég er svo sannlega ekki hálfnuð með hinn 2 teppin sem að mér finnst alveg brjálæðislega gaman að vinna í. Og annað þeirra er hérna, ég man aldrei hvað heitir, Need Ripple, sem hún Linda mín, margum töluði Hippi Barbanit, lét mig falla fyrir. Og ég er búin að byrja á 3. kökunni af þessu sem ég vatt upp. Hann er útstræktur armurinn á mér. Það er svona 1,5 faðmur á mér. Og þetta er nú allt meira og minna súpuvast, þannig að þetta á nú eftir að togna úr þessu. En ég er nýbyrjuð á kökunúmer 3 og á 4 viðbót uppvafðar og tilbúnar. Svo náttúrulega gengur eitthvað pottþétt af þegar ég verið búin með peysuna, Malt Magic, þá gengur eitthvað af henni. Og ef mér finnst vanta eitthvað í þetta Need Ripple teppi, þá get ég að sjálfsögðu nota það í teppið. En ég bara veit það er svo gaman og að gera þetta. Þetta er bara, sko, mér finnst svona hálfgerð kvöð að gera þetta fram og tilbaka sem allir voru að gera hérna einu sinni. Sem voru bara, það var reyndar rosalega þægilegt og allt það, en mér finnst þetta bara milljón skemmtilegra fyrir mig. Nú og svo er 3. og síðasta teppið og síðasta verkefnið er ekki heldur búið að stækka síðan þið sáu að síðast Northeasterly. Og miðað við það sem ég er búin að prjóna og þá afganga sem eru hér, þá á það að duga í þá stærða teppi sem ég vil að það verði að lokum. Nú og ef ekki, þá bara þetta er nóg afgangum. Þannig að já, peysu hitinn í mér er allsráðandi og ekki nóg með það. Þá er ég búin að skrifa svona óskalistan 2020. Það eru 3 teppi á honum líka. Ég held að sé aðalega þegar ég er svona komast niður úr peysu hitanum sem var allsráðandi í mér síðasta ár og hálfs ársins þar á undan. Þannig að kannski verður þetta bara teppa ári miklu, en hver veit. Það er líka nokkuð sjölaðna og peysu. En það er ekkert annað einu svona smá. Ég skil ekki hvað er að mér. Það er kannski að þegar ég venjulega prjóna er náttúrulega bara ekkert svona litla hluti á litla fólki mitt nema að biðja það. Vettlinga, ég verð bara að viðurkenna það. Vettlingamódjóið er bara farið og all hlæfum það. Það kemur ekkert hérna aftur. Ég er að kafna úr smertleika. Ég hef betur verið bara húfu. Jæja. Þetta er ekki eins og Amy í Stranded segir, þetta er ekki tísku blogg vídeoblogg. En þá er ég búin að sýna ykkur það sem er í vinnslu. Og ég gerði svona 2. janúar honest whiplist, svona heiðarlegan verki vinnslulista. Ásakið. Og þar voru þessi hluti sem ég var að telja upp. Teppið From Grandma with Love, Northeasterly og Need Ripple og Malt Magic peysan, lópapeysa og sokkarnir. Og sokkarnir eru búnir, þannig að þeir strikast bara hér með aflistanum. Lópapeysan verður vonandi bara búin í vikunni og þá ætla ég að hella mér í Malt Magic og svo bara, já, sjáum við. Já, ég ætla að sýna ykkur, sko, maður minn bara stóð sig ótrúlega vel í jólagjöfin í ár, en
ég átti báða hlutina sem hann gaf mér, sem hann voru upp á bók og lítir leðurskjóða úr lillprjónabúðinni. Það var hlæja því að ég vissi það alveg að ég ætti nú ekki neinu vanda með að finna eitthvað þar annað handa mér. Svo ég fór suður á föstudaginn og var svo sem búin að ákveða að prjóna á hann Bonjour Plastique eftir Steven West. Peysuna skemmtilegu. Og það er náttúrulega alveg notað frekar gróft gagn í, maður sjá, það eru gefnar upp 18 lykkjur á 10 cm á garninu sem hann notar, sem er Queen Fiber Merino Aran 100% Merino ull. Það eru 166 metrar í 100 gramma þespu, en hann er með ótrúlega viðkvæma húð, þessi elska sem ég bý með, og ég langaði bara svona spilla honum aðeins, leyfa honum að eiga eina svona dýr og góða peysu úr geðveiku garni. Og ég keypti mér hérna Queens & Co. Óspray 100% amerísk ull, og það eru 155 metrar í 100 grömmunum, sem er 10 metrum minna heldur en hann notar, eða 11 metrum heldur en hann notar í sínu. Og þetta er gefið upp fyrir 12 lykkjur á prjónastærð númer 9, en hvað sagði ég, 18 á prjónastærð númer 5. Þannig að ég þarf að reikna, en það er alltaf lagi. Ég ætla að gera bara prjóna á fyrstu pröfu og ég ætla að gera þetta á svona prjóna númer 8, prjóna fyrstu pröfuna, sjá hvernig ég fíla hvað kemur út því og reikna út frá því. Nú, hann er með þessa peysu þarna á uppskriftinni, það er svona feit, grátt feit í henni. Og mér finnst það ógeðslega flott. Hans er náttúrulega handlituð, en ég er með, það er heill litur í hjá mér, en ég ákvað samt að taka feit, svona grátt feit. Og þetta er svo kraginn og erminn. Þannig að það er bara spurning, hvoru megin á ég að byrja? Ég held að þetta hafi átt að fara svona hjá mér. Ég er allavega með 3 af þessum texta. Já. Til þess að fá svona pínu háan kontrast, þó að litirnir sé ekkert að gargast eitthvað mikið á. Þannig að hann fær í rauninni jólagjöfina sína endurkrydda í formi peysu. Og hérna, já. Ég hlakka ógeðslega til að gera hana. Þannig að þetta er eitt af því sem er á, sem ég ætla að fitja upp á fyrst þegar ég búið með lopapeysuna og Maldmatic. Þá fyrir þessi peysa á hann. Ég get ekki ímyndað mér að hún taki langan tíma á svona grófa prjóna og hérna. Það fer sjálfsagt lengstu tíminn í að umreikna aðeins, en svo þarf það ekkert endilega að vera einu sinni. Þannig að það kemur bara ljós. Síðan fór ég sama dag og ég veikist, eða ég fer suður á laugardeginum á milli jól og nýjárs og fer í gaddbúð Eddu og er að hitta þar fullt af góðu fólki og hérna, og líður ekkert illa þá. Það er ekki fyrir bara seint á laugardagskvöldinu sem ég finna ég er án eitthvað svona svo bara vakna ég hundveik á sunnudeginum. En þegar maður situr í nokkra klukktíma inn í gaddbúð, þá er bara ógeðslega erfitt að koma tómhentur út. Og hérna Gúsi Fiber í gaddbúð Eddu, það langaði rosa mikið með mér heim. Þetta heitir Camp Nowhere, sem er
mjög viðeigandi að mér finnst gaman að tjalda bara hvar sem er og hvergi. Þetta er mjög helgulegur litur og þetta hitt móher fékk að koma með. Langar að gera eitthvað svona kraga úr þessu. Langar líka alveg að hóa í eddu og panta aðra svona og 2 svona viðbót og eiga þá í peysu sem heitir Alhó eftir Anna Joanna sem er mjög svipuð Love-Note peysunni. Hver veit? En þetta var bara eitthvað svona sem að öskraði á mig. Mjög helgulegt, mjög fyrirsjáanlegt. En þetta voru síðustu kaup 2019 og þetta hluti af þessu fyrstu kaup 2020. Ég ætla reyndar að vera ógeðslega dugleg að versla hér inni á þessu ári. Og ég ætla meira segja að ég er búin að vera að horfa á hana Hildi Ír sem er mikill sjala hönnur og bara hannar alls konar skemmtilegar prjónauppskriftir á Snapchat þar sem hún er að fara í gegnum stassið sitt og ákveða hvað hún ætlar að eiga og bara svona átt að sjá því hvað hún á og er bara með svaka flott Excel skjal utanum þetta og allt og ég sagði Helga, mér langar ógeðslega að gera svona og bara þú veist að losa mig þá við það sem að ég sé ekki fram úr að fara að nota eða bara langar ekki lengur að eiga eða eitthvað og bara svona koma betra skipulagi á þetta þannig að því ég sé ekkert allt garnið mitt, það er í lokuðum hyslun líka. Þannig ég get þá bara fletti upp í Excel-skjalinu ef ég sé eitthvað uppskriftar rafeyri og á ég eitthvað í þetta og verð þú fljót að finna það þar. Ég er ekki rosa spennt fyrir að nota það sem að rafeyri býður upp á til þess að halda utanum stassiðar en ég ætla svona að kynna mér þetta betur. En ég ætla ekki að fara í þetta fyrir en ég er orðin aðeins hressari. Ég ætla ekki að fara að þyrla upp fluffinu yfir mig meira en ég þarf á meðan að lungun er ekki alveg nógu góð. Þannig að ég tók svona gróflega saman hvað ég gerði á síðasta ári. Ég hef grunum að vanta eitthvað inn á þetta því að það eru ennþá nokkur verkefni sem ég hef gert fyrir Steven sem er ekki ennþá búið að gefa út eða neitt og það er einhvern veginn ég er bara svona til þess að passa mig á því að kjafta ekki að mér og eitthvað þá hef ég ekki skráð sum verkefni niður og þar leiðandi bara eru það out of sight, out of mind eins og sagt er og svo líka er sumt sem ég hef verið að gera á ferðalögunum og eitthvað svona sem ég hef ekki nefnt að setja inn í tölvuna og einhverjar húfur og vellingar og eitthvað svona sem að bara en það skiptir ekki öllu, þetta er ekki upp á grammið. En á síðasta ári telst mér til að ég hafi samtals klárað 86 stykki af prjónuverkefnum sem eru og mér reiknast gróflega til að þetta sé það bil 25 kílóa. Og af þessu er 21 fullorðins peysa, 8 barnapeysur, 8 pör af sokkum, kannski 10, ég man ekki hvort ég taldi þessa inni sem ég var að klára. Ja. 7 fullorðinshúfur, 7 barnahúfur, 15 sjöl, 4 kragar, 1 uglupoki, 3 barnakragar, 2 teppi, 1 klukka, 1 vettlingapar, 5 smekkir og 3 vélprjónaðar peysur. Þannig að þá er peysuna 24. Ég hafði sett mér að ég þarf hægt að setja sér markmiðin á rafeyri. Ég setti mér markmið 100 stykki og þá var ég að miða við ári undan. Ég náði því náttúrulega ekki, en ári undan þá var ég að gera miklu smærri hluti. Ég gerði ekki svona margar peysur og svona dótari, en mér er alveg saman þá ég ná ekki þessu markmið. Þetta er bara svona gaman að hafa eitthvað til þess að miða við. En ég er alltaf samt hissa hvað manni
af því að ég er svo fljót að gleyma hvað ég geri. Að ég svona eiginlega þarf að doppeltjekka og þú veist, fara inn á Instagram og rafirli og í bókina sem ég skrifa sumt niður í bara til þess að vera fullviss alveg að ég hafi virkilega gert hlutin. En afsakið. Þetta það sem ég kláraði á síðasta ári og það sem á döfinni, það sem ég er búin að skrifa niður fyrir 2020, það náttúrulega Monsieur Plastique peysan á Helga og mig langar líka í svoleiðis, en hans í forgangi. Svo langar mig að gera kolluklett gatni sem ég fekk í jólagjöf frá, þau voru með jólahittingin prjónahópurinn minn á Akranesi. Mér langar ennþá að gera haustpeysuna eftir skeindir úr Navia Duo, held ég. Mér langar að gera Triangle Gram sjalið eftir Stephen West, þetta nýja með þríhyrningunum, rosalega fallegt. Frábært svona afgangaverkefni, líka bara flott að vera með einhverja 4 svona solid liti, kannski einn af þeim svona dreknótan eða eitthvað. Speckland Pop eftir Stephen West. Ég er bara svo búin að taka til gatni í það. Það gatt sem ég fekk í afmælisgjöf á síðasta ári frá prjónavinkonum mínum og vinkonum. Alhó, þess að ég talaði um áðan, eftir Anna Joanna, sem peysa sem svipið á Love Note. Svo kom þessi 3 teppi. Það Persian Dreams úr kampgarni sem að hún Guðlaug í þráðum lét okkur öll apeshita yfir. Ég er ekki ennþá búin að gleyma því. Natives Walk sem heklað svona ferningateppi. Mér langar að gera það. Og svo langar maður að gera veðuteppi. Og mér langar að gera teppi fyrir öll barnaböndum mín. En það reyndar sko, ég var að tala við dóttur mín í dag. Ég var að segja henni þessa teppadælu sem var í mér og hún sagði, og hvað ætlar að gera við þessi teppi? Ætlar að gefa mér eitthvað þessu? Og ég sagði, nei, þú veist hvernig ég þarf að nota þetta svolítið fyrst áður en ég gefi þetta. Og ég tala við eftir 1,5 ár. En svo ég að segja henni að það líka búið að blunda í mér að gera handa barnabörnunum á svona stærri rúm fyrir þau, sem þau geta þá fengið þau eru orðin táningar og eða úlingar, og þá langar mér rosalega að vera búin að gá hvort ég geti fengið gert svona veðurteppi handa þeim með hitastiginu á hádegi á Akranesi til dæmis á fæðingarárinu þeirra og vinna það þannig. Ég áttur að skoða það hvort ég get gert eitthvað að því. Þá það eitthvað svona sem ég get aldeilis bara dunda mér í. Já, þetta að poppa upp í hausinn á mér, að gera eitthvað svoleiðis handa þeim. Ég meina, maður á aldrei mikið af teppum. Það nokkuð. Ég meina, mamma mín elskar að sitja undir alls konar fallegum hlýjum teppum og svona. Þannig ég bara, mér finnst það líka æðislegt þegar eins og ég er búin að vera núna. Ég nú yfirleitt ekki undir neinu teppi, en ég er búin að sækja svo í að vera undir teppi í þessu kvefdóti mínu. Þannig að þetta á alveg fullan rétt á sér, eiga 20 handunum teppi í körfu hliðin á sér. Ekki. Maður gerir eitthvað þetta gat. Nú, já, þannig að það sérst, ég byrja að taka veðrið á veðurteppið fyrir 2020. Ég tek hitastigið við Akrafjall alltaf klukkan 12 á hádegi og skráði það í dagbókina mína í símanum, og ef að ég dett stuð til þess að gera það, þá á ég það til. Ég á pottet gatni í þetta líka. Og það eitt af því sem að það eina ástæðan fyrir að mig langar til þess að fara aðeins svona skipulega í gegnum gattstassið. Það einmitt til þess að
komast að því hvort ég eigi ekki í svona nokkur stór verkefni sem að fá það bara að fara í körfu eða að þetta verður svona kannski ekki eitthvað sem að maður hleypur með sér út í verkefnapoka þegar þetta fyrir að stækka, sérstaklega ef þetta verður eitthvað sem sagt ekki bútum eða svo leis að eiga það bara til í sinni körfu og líka ég ætla að passa mig þá á því að láta fylgja með í plastumslagi uppskriftina hvaða prjóna eða heklunálastærð ég er að nota af því að oft grípur maður nálina prjónun og verkefninu að ég finn út úr þessu seinna og svo þegar maður fer í verkefni 2 mánuði seinna og maður ekkert hvað maður var að nota ef maður hefur ekki skráð neins þar hjá sér. Þannig að í svona langtíma verkefnum þá þarf maður að passa sig svolítið á þessu. Allavega er það þannig hjá mér. En þannig að þetta er nú ekkert, sko, þetta er sérst ein húfa, 3 peysur, þar af, nei, 1, 2, 3 peysur og 4 peysur og þar af 1 á Helga. 1, 2, 3, 4, já. 2 sjöl og 3 teppi. Og ég var að kíkja í gegnum Ravelli og bæði, þú veist, í library, bókasafni mitt og eitthvað svona. Það var bara ekkert eitthvað sem gargaði á mig eins og en það er kannski að því ég er ennþá í þessum fasa að langa svo til þess að klára, til þess að geta að fara að fókusa á þessi sem ég langar til þess að fara að gera og ég er kannski pínulítið brunnin á því að hafa fengið þessi uppfytjunaræði á síðasta ári. Ég held að það hafi gerst 2 ef ekki 3 sem ég fytjaði upp á einhverjum svona 12 verkefnum á 2 dögum eða eitthvað. En ég gleymdi að sýna ykkur ég fekk svo krútlega jólagjöf frá systur minni. Hún er sem sagt bútakellingin og hún gaf mér efni og snið í þennan sjúklega sæta kött. Óbúslega falleg efnin í þessu. Og þetta hann er alveg sko 61 cm á hæð þessi kauði. Og ég ætla að næst þegar ég ríf upp saumavélina, þá fer hann þá var hann gerður. Og svo gaf hann mér þessi bók, Prjónu dýratreflar, vettlingar og sokkar. Rebbi og alls konar svona sjúklega sætt. Ég þori ekki eiginlega að sýna barnabörnunum eða mömmunum þeirra þetta strax. Ég veit að það verður bara fá þetta og hitt og. En miðað við, ég held að þetta er ekki lengi gert. Þetta er allt úr svaka grófu gatni. Það er alveg super chunky. Já, þannig að þú veist. Það er ekkert úr svona einhverju fingering sýnist mér. Þetta er DK gróleiki, bulky chunky, aran, worsted. Þetta er allt úr grófu. Þannig að ég er svo sem ekki búin að hitta neitt almennilega síðan að ég fekk þessu bók af þeim. Af því ég er bara búin að vera að forðast eins og heitan eldin því að þetta smitust að þessu kvefi. Nú, en ég held bara hreinlega að ég sé búin að fara yfir allt sem ég ætlaði að fara með ykkur á nýju ári. Undir venjulegum kringumstæðum hefði ég átt að gera þetta í fyrramáli en eins og ég sagði í upphafi að þá eru ástæður fyrir því. Þannig að ég ákvað bara að drífa í þessu núna. Ég vona nú að ég verður mun hressari næst ég hitt ykkur. Það er eins gott. Eftir viku byrja ég á byrjandanámskeið í CrossFit og svo verum stór hópur í skólaárgangnum mínum sem að höldum Þorrablóts gamana og við erum að fara að
halda síðasta þorrablóti sem verður í okkar höndum. Það annar hópur að taka við á okkur, en þeir eru búin að, ég man ekki hvort sé 10. eða 11. árið. Og janúar svolítið undirlagður af þessu, þannig að förum að hella okkur í það. En ég ætti nú samt að hitta ykkur að 2 vikum liðnum og þá pottet með kláraða lopapeysu og hugsanlega verður hún farin að heiman. Það kemur bara í ljós, það verður þá allavega mynd af henni eða vídeo svona sett inn í. En og vonandi þá ekki mikið orðið eftir af Malt Magic heldur. Fara að laka svolítið til að klára hana. Og sjá hvað ofan í þessum poka. Það fullt af juicy gatnið að nonni sem að ég þarf að fara að káða á. En þangað til þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst að cirka bara 2 vikum liðnum. Takk fyrir og bless bless.